Umhverfis jörðina á 80 dögum, voru á leið með Kyrrahafslestinni yfir Nevada og nú nam lestin staðar í Green River. Passepartout liðkaði fæturnar á brautapallinum, meðan herra Fogg og Aouda fengu sér blund. Fix leynilögreglumaður hafði að vanda gætur á brautapallinum. Allt í einu hörfaði hann inn frá klefaglugganum. Hann hafði komið auga á Stamp ofusta á meðal farþeganna. Það var Ameríkumaðurinn sem hafði komið svo ruddalega fram við Phileas Fogg í San Francisco. Fix var staðráðinn í að koma í veg fyrir að þeir Fogg og Stamp hittust. Hann vildi nefnilega endilega handtaka herra Fogg heilan á húfi í Englandi eins fljótt og unnt væri. Fix ræddi þetta vandamál við Passepartout. Það er aðeins eitt ráð til að halda herra Fogg í klefa sínum, sagði Passepartout, og það er að fá hann til að spila á spil. Þegar herra Fix stakk upp á því við Phileas Fogg að þeir tækju slag, varð Fogg himinlifandi. Aouda vildi líka gjarnan spila við þá. Jæja, hugsaði Passepartout með sér. Við höfum þá kyrrsett herra Fogg í bili. En það fór á annan veg. Í sömu andrá og herra Fogg ætlaði að klekkja á spilafjölugum sínum með því að láta út spaða, heyrðist rödd á bakvið hann. Ég myndi frekar láta út tígul. Þau litu öll þrjú upp frá spilunum. Sá sem talaði var Stamp ofusti. Svo það ert þú, herra Breta Grey, sem dettur í huga spil út spaða, sagði ofustinn háðslega. Og ég ætla svo sannarlega að gera það, sagði herra Fogg kuldalega og lagði spaða tíuna á borðið. Ég myndi nú heldur láta út tígul, sagði ofustinn. Þú hefur ekki hundsvit á spilum. Þá er ég kannski betri í einhverju öðru, sagði herra Fogg. Fix ætlaði að skilja óerðasekkin að, en Fogg ýtti honum til hliðar. Hann hefur nú móðgað mig í annað sinn og þess skal hann fá að gjalda. Og ég mun ekki láta á mér standa, sagði Ameríkumaðurinn. Lestin rann inn á stöðina í Plum Creek. Herra Fogg og Stamp ofusti stigu út og bjuggu sig undir að heyja innvíja á brautapallinum. Það er bannað að fara úr lestinni hér, kallaði lestastjórinn til þeirra. En ég ætla að heyja innvíi við innan englending, æpti ofustinn. Við leggjum af stað, herrar mínir. Lestastjórinn steig upp í lestina og skildi Fogg og Stamp eftir á brautapallinu. Þeir horfðu ráðlausir hvor á annan því lestin var komin á hreyfingu. Við bíðum þá með þetta þar til við komum á næstu stöð, sagði herra Fogg og stökk borði í lestina. Herra Fogg hvarf aftur til klefa síns og tók til við spilamennskuna eins og ekkert hefði í skorist. Lestin hélt áfram ferð sinni og allt virtist með kyrrum kjörum. En skyndilega missti Aouda spilin úr höndunum og hvíslaði skelfingu lostinn. Indjánar! Herra Fogg leit út klefagluggan. Aouda hafði rétt fyrir sér. Fyrir utan stóð indjáni sem starði á þau gegnum gluggan. Verið bara róleg, sagði herra Fogg. Indjánar ekki eins slæmir og almennt talið. Nú gengu 2 indjánar inn í klefan. Miklu höfðingi, stamaði Passepartout. Við erum friðsamir borgarar. Það eru við líka, svaraði indjáninn. Við ætlum bara að taka okkur far með þessari lest sem þið ferðist í yfir land okkar. Og hvert er förinni heitið? Spurði herra Fogg. Við ætlum að heimsækja ættingja okkar í norður Nebraska. Okkur var boðið þangað í brúðkaupsveislu, en hestarnir okkar gáfust upp á þessari löngu leið, sögðu indjánarnir. Passepartout var litið út á ganginn. Lestin var full af indjánum. Hann lítur út fyrir allur ættflokkurinn sé á leið í heimsóm til ættingjana, sagði hann. Ég hef heldur ekkert á móti því, sagði herra Fogg. Sá hængur þó á að norður Nebraska í öfuga átt við áfangastað okkar. Næsta stöð Fort Kearney. Þar verðum við að reyna að skipta lest. Ég ætla að spyrja lestastjóran hvort hann nemi staðar þar, sagði Passepartout. Gátu indjánarnir ekki fresta þessari brúðkaupsveislu 1 viku, spurði herra Fogg Aoudu, en auðvitað átti hún ekkert svar við þeirri spurningu. Þegar Passepartout kom fram í eimreiðina, sá hann að þar var indjáni við stjórn. Lestastjórinn stóð bundinn á höndum og reyndi að útskýra fyrir honum hvernig hann ætti að fara að þessu. Og gleymdu ekki að við að nema staðar í Fort Kearney, sagði lestastjórinn, en indjánin lét sem hann heyrði það ekki.
Það er einungis eitt ráð sem dugir til að láta lestina nema staðar í Fort Kearney, hugsaði Passepartout með sér, og það er að losa eimreiðina frá lestinni. Fogg horfði áhyggjufullur út klefagluggann. Ég er búinn að tapa veðmálinu, sagði hann þungur á svipinn. Hann hafði varla sleppt orðinu þegar lestin kipptist til og tók síðan að hægja á sér. Passepartout hafði tekist að losa eimreiðina frá lestinni. Vagnarnir runnu hægt inn á brautastöðina í Fort Kearney og námu þar staðar. Fogg gægðist varlega út dyrnar. Hér er hvergi Indíán að sjá, tilkynnti hann. Þeir eru allir horfnir. Skömmu síðar stóðu Fogg og Aoot á brautapallinum. Þá var þeim ljós og sorglega staðreynd að Passepartout hafði horfið leið og Indíánarnir. Fogg og Aoot leituðu að Passepartout í hverjum einasta vagni, full örvæntingar. Eitt er víst, sagði herra Fogg. Ég held ekki ferð minni áfram án Passepartout. Honum til mikillar furðu sá hann stamp ofusta nálgast. Nei, nú er mælirinn fullur, sagði Aoota. Hún bjóst við að Fogg og ofustanum lenti saman á ný. En stamp ofusti virtist hafa gleymt fyrri fjandskap. Það verður ekki hlaupið að því að finna þjóninn þinn aftur, sagði hann. Indíánarnir geta auðveldlega að flutta hann alla leið til Arkansas. Ertu að bjóða mér hjálp? Spurði herra Fogg undrandi. Ofustinn kinkaði kolli. Ég tók 2 hesta á leigu í virkinu, sagði hann. Þá er ekki eftir neina bíða, sagði herra Fogg. Og síðan bað hann Fix leynilögreglumann að fylgja Aootu til New York. Aootu þótti þetta dapurlegur kostur, en hún skildi að þetta var þeim öllum fyrir bestu. Fix þótti súrt í broti að þurfa að sleppa manninu sem hann grunaði bankarán svo lengi úr augsýn, en hann treysti því að Fogg skilaði sér aftur, þó ekki væri nema vegna Aootu. Skömmu síðar héldu Fogg og Stamp af stað á hestum sínum í norðurátt. Indíánarnir get ekki verið svo langt undan, sagði herra Fogg. Þeir voru ekki með neina hesta. Allt í einu fengu þeir ofbirtu í augun af skærum ljósgeisla. Hvaðan gat hann komið? Þeir horfðu allt í kringum sig og sáu að geislinn barst úr kjarri sem var þarna skammt frá. Einhver er að gefa okkur ljósmerki með spegli, sagði Stamp ofusti. Það getur ekki verið neinn annan að ræða en Passepartout, sagði herra Fogg. Þeir stigu af baki og skriðu varlega í áttina að kjarrinu. Brátt komu þeir í lítið rjóður. Fogg hafði rétt fyrir sér. Þar var Passepartout bundinn við staur. Einhvern veginn hafði honum tekist að losa aðra höndina til að ná af sér gullúrunni sínu og með því senda hann ljósmerkið. Indíáninn sem átt að gæta hans hafði sofnað á verðinum. Fogg skreið til Passepartout og þegar sá síðanemdi sá húsbónda sinn lá við að hann ræki upp gleðihóp, en á síðustu stundu tókst honum að kæfa það. Fogg skar af honum böndin og svo skriðu þeir í skjól. Þeir þorðu ekki að tala fyrir þeir voru komnir til hestana. Indíánarnir mista á brúðkaupsveislunni af því að ég losaði eimreiðina frá vagnunum, sagði Passepartout. Í hefndarskyni tóku þeir mig til fanga og ætlaði að halda mér þar til veislunni væri lokið. Og það hefði getað verið óralangur tími, sagði ofustinn hugsandi.